Góðan daginn og velkomin í dag. Gaman að sjá okkur. Við skulum aðeins lúta höfði í bæn. Kærleiksríki Faðir á himnum, ég bið að blessa þennan dag og gefa okkur dag til dýrðar, elsku Faðir minn. Amen. Við skulum byrja því að syngja sálm númer 24 upp til hárra himnasala númer 24. Við ætlum að halda áfram að syngja, en að því að við erum stundum svo mörg tungumál hérna inni, en nú ætlum við að syngja einn sálm á ensku, 465, I heard voice of Jesus. Og allir sálmáltextar eiga að koma henni. Já, við erum alltaf að læra eitthvað nýtt, það er bara mjög gott. Ritningaversi í dag sem ræðumaðurinn hefur valið er í Lúkasi 15:7 og við ættum að rísa úr sætum á meðan. Lúkas 15
sjá. Lúkas 15 og 7. vers. Ég segi yður, þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gjörir iðrun en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa iðrunar þörf. Þeir sem treysta sér til mega krjúpa til bæna. Kæri Faðir á himnum, ég bið þig að vera með okkur hér í dag. Bless okkur, leið okkur þinn veg að við megum fara í þín fótspor, feta í þín fótspor. Viltu vera með þeim sem eru í hug okkar hjarta, þeir sem hafa ekki komið lengi, veikir, sorgmættir, einmana, þeir sem eru skráðir í bænabókina. Já, það er svo margt í dag þessi heimur, fólki frá Úkraínu og bara allur heimurinn. Þú veist hvernig hann er. Það er svo margt að gerast hérna hjá okkur. Viltu leiða og styrkja, vernda okkur fyrir öllu illu og hjálpa okkur að fara þinn veg. Í Jesú nafni. Amen. Við skulum halda áfram og nú skulum við syngja sálm sem er númer 418, Herras ungar hetjur, númer 418. Þetta er fallegur sálmur og líka textinn að það vantar verkamenn í víngarðinum. Erum við ekki tilbúin til að vinna þar? Jú, að sjálfsögðu. Þá er það gjafir, teknar upp.
Kæri Faðir, ég bið þig að blessa þessar gjafir, margfalda þær og líka þá sem gáfu. Takk fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Ég glemdi víst að segja það að þessar gjafir þær renna til Adventist World Mission, eða í trúboða ef ég skil rétt. Krakkar, ég veit það eru krakkar hérna inni, vil ég koma henni upp? Ég var að syngja smá lag fyrir ykkur og ég hugsa að væri gott ef ég fengi nokkra hendur til að gera svolítið með í laginu. Komið þið krakkar. Síðan fáið þið skemmtilega barnasögu, held ég. Jæja, krakkar. Eru fleiri krakkar? Ég þarf nefnilega að fá smá hjálp. Ég langar nefnilega að segja ykkur eina sögu sem þið kannski hafið heyrt áður. Já. Hvað er þetta? Lamb eða kind, já. Eða fyrir? Heyrist, við hafum þetta ofar. Heyrist betur núna. Flott að heyra líka fullorðna fólki. Það er nefnilega saga í Biblíunni í Lúkas 15 og við fullorðna fólki ætlum að skoða eins betur Lúkas 15 á eftir. En Jesús hann var að segja dæmisögu. Og hann sagði dæmisögu. Hann sagði sem sagt: nú á einhverjar 100 sauði, það var einhver 100 kindur. Hvað getum við talið margar kindur hér? 4. Ok, þú varst mjög snöggur. Viltu líka prófa að telja? Ertu sammála? 1, 2, 3, 4. Já, það eru 4. En þarna þessi átti 99, það átti 100 sauði og týnir einum þeirra. Þá segir Jesú, skilur hann þá ekki þessa 99 eftir og fer að leita að lambinu sem er týnt, þar til hann finnur hann. Og ég var að spá ykkur krakkar hvort það væri einhver sem væri til í að hjálpa mér. Þið með öll gera það viljið, en það er nefnilega eiga að vera 5 lömb. Ég þarf að hjálpa, þið þurfa að vera hirðirinn og þurfa að fara út í óbyggðirnar og labba og finna lambið. Getur við viljað gera það, krakkar? Já. Það með alla hjálpa til. Hvar ætli 5. lambið sé? Þið eru svolítið köld, það er lengað í hinn áttina. Hirðirinn, hann vill finna lambið. Það er ekki inn í eldhúsi, ég var nú ekki svo grimmur.
Hvað ef ég myndi segja ykkur krakkar að lambið það situr í stól, það svo stillt, það situr í grænum stól. Það vel. Funduð þið lambið? Ok, komið með lambið og við skulum sjá hvað stendur í Biblíunni, hvað gerist þegar að hirðirinn finnir lambið. Og hann segir, á glaður leggur hann sauðinn og herðar sig, hann setur kindina á öxlina og tekur hann tilbaka, eins og þið gerðu. Og svo þegar hann kemur heim, nú þegar þeir eru komin heim, þá kallaði hann saman alla vini sína og nágranna og sagði, verið glöð með mér, því ég er búinn að finna lambið sem var týnt. En svo segir í Biblíunni, að því þetta er svona dæmisa. Það er nefnilega, dæmisögur eru þannig, og það er kannski... Já, maður læri eitthvað af þeim. Og það sem að Jesú var að reyna að segja, og kristilega las fyrir okkur áðan, er á himnum, þá er ennþá meiri fögnuður, þegar einhver kemur til Krists, heldur en þegar það er fundið þetta lamb, týnda lambið. Og svo heldur Jesú áfram, hann segir aðra dæmisögu. Þið hefur kannski líka heyrt hana. Það var kona sem átti 10 drökmur og drökmur, það voru peningar í gamla daga, nema drökmur eru svolítið skrýtnar. Þær eru nefnilega þannig að þær eru saman í einu setti. Þannig að það er svona eins og púsluspil og þú vilt eiga allt púsluspilið. Og hún týndi einni drökmu. Og þá segir Jesú, kveikir hún ekki á lampa, kveikir öll ljósin og sópar húsið. Það var nefnilega ekki svona rosa fínt gólf eins og hér, það var kannski moldagólf eða sandgólf. Svona með sandi. Já, með sandi. Mikið að ryki og kannski... Þeir reyndu örugglega að losa sig við grasið, en... Það var bara svona ljós yfir grasinu. Já. Já. Allavega, þannig að hún þurfti að sópa og taka til og reyna að finna. Og svo þegar hún hefur fundið hana, drökmuna sem var týnd, þá gerur hún það sama og heyrðir en hún kallar á alla vini sína og þau gleðjast. Og Jesús sagði aftur, þannig verður fögnuður með englum Guðs yfir einum syndara sem gjörur iðrun. Þannig að aftur sagði Guð að það verður ennþá meiri gleði þegar fólk kemur til hans, heldur en þegar að maður finnur eitthvað sem maður er að leita að. Við ætlum aðeins að tala líka saman með fullorðna fólkinu aðra sögur sem við þekki kannski líka synina 2 og týnda soninn. En, já, þið verður að hlusta áfram. En þetta er nefnilega svo skemmtilegt að hann Guð nefnilega vill ekki skilja, hann er hirðir sem vill ekki skilja lambið eftir eitt. Og hann er alltaf að leita að okkur ef við týnumst og hann vill vera alltaf til staðar fyrir okkur. Ég var að lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að ef við týnumst eða eitthvað þá kemur þú og leitar að okkur. Við þökkum þér fyrir það að þú elskar okkur svo miklu, miklu meira heldur en bara okkur grunar að við skiljum. Að þú elskar okkur meira en hirðirinn sem vill passa upp á lömbin sín. Að þú ert besti hirðirinn. Kæri himneski Faðir, ég bið þig að blessa þessa krakka og vera alltaf með þeim og leiða ávallt til þín. Í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir krakkar. Takk fyrir hjálpina að finna lambið. Sæl og blessuð öll sömul og gleðilegan hvíldardag. Bæði þið sem eru hér með okkur og líka þeir sem eru með okkur á netinu. Mér langar til þess, eins og ég nefndi áðan, að biðja ykkur að fletta upp í Lúkas 15. Og við verðum í Lúkasi guðspjalli 15. kafla í dag.
Það er nefnilega þannig að eflaust höfum við öll einhver tíman týnt einhverju. Og og ég veit ekki, ég mætti spyrja ykkur hversu mörg ykkar hafa einhver tíman verið týnd, verið svona, já, vitað ekki alveg hvar þið voruð. Já, það eru sumir sem réttu pöndu, aðrir gera það ekki. Ég stríða aðeins systur minni. En við könnumst kannski við það, þekkjum þessa tilfinningu að vera týnd eða að hafa týnt einhverju. Það er aðeins verið að finna út úr með þýðingar. Já, við erum nefnilega svo heppin að hér í loftsalum þá eru fjöldamörg tungumál. Það eru íslenskumælandi, enskumælandi, spænskumælandi og portugalskumælandi og það er nú skemmtilegt að við höfum líka verið svo blessuð að við höfum líka fólk sem getur þýtt á milli þessara tungumála og það er gaman að við getum nýtt það og kannski svona alveg ótengt ræðinni þá stendur til að kaupa betri þýðingabúnað þannig að það sé hægt að þýða á fleiri en eitt tungumál í einu og þá leysist hluti af vandanum. En áður en við opnum ritningarnar og höldum áfram þá skulum við lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að þú ert miskunnsamur Faðir, við þökkum þér fyrir það að þú leitar þeirra sem eru týndir. Kæri Faðir, við þökkum þér fyrir þínar blessanir og þínar náðagjafir í Jesú nafni. Amen. Kristur var stundum gagnrýndur fyrir að hanga með líð sem var ekki hans verður. Við sjáum í fyrsta versinu að allir tollheimtu menn og bersundur komu til Jesú að hlýða á hann. En farisegar og fræðismenn ömuðust yfir því og sögðu: þessi maður tekur að sér syndara og samneytir með þeim. Og það er í þessu samhengi sem að Kristur segir þessar tvær sögur sem við lásum áðan með börnunum. Hirðirinn sem fer og finnur týnda sauðinn og konuna sem leitar að drukknunni. Þetta eru sögur sem þið eflaust hafið heyrt áður en er gott fyrir okkur að rifja upp. Þegar við eflaust heyrt það er verið að tala um það í þessum dæmisögum, þá er Jesús að lýsa mismunandi andlegu ástandi fólks eða mismunandi útgáfum þess að vera týnd eða týndur. Svona í daglegu tali þá tölum við oft það að einhver sé týndur í lífinu, að einhver sé að leita að sjálfum sér eða einhver sé að reyna að finna sig sjálfan. Drachmann, hún er eins og einhver sem að jafnvel áttar sig ekki á því að viðkomandi sé týndur. Drachmann liggur á gólfinu í rykinu áhyggjulaust og hugsunarlaust. Því að drachma er eftir sem allt bara drachma og drachmann veit ekkert hvar hún á að vera. En konan hún leitar, sópar og kveikjur á lampa til að skoða í öll skúmaskot. Hún leitar þar til hún finnur, því að drachmann sem vissi ekki einu sinni að hún væri týnd er verðmæt konunni. Stökkum við inn í 11. vers. En sagði hann:
Maður nokkur átti 2 soni. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hlut eignanna sem mér ber. Og hann skipti þeim eignum sínum. Fáeinum dögum síðar tók yngri sonurinn allt sitt fé og fór í burtu í fjarlægt land. Þar sóaði hann eignum sínum í óhagsamum lifnaði. En hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hún út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að sveðja sig á draftinu svínin átu en enginn gaf honum. Öfugt við drökmuna þá vissi týndi sonurinn hvar hann ætti að vera. Týndi sonurinn var erfingi, en hann taldi sig betur settan á eigin vegum. Hann bað föður sinn að gefa sér sinn hluta eignanna, eins og hann ætti eitthvað tilkall til eignanna á meðan föður hans væri ennþá á lífi. Það væri hægt að túlka það þannig að hann hreinlega nennti ekki að bíða eftir því að faðir hans myndi deyja. Þetta var ekki krafa sem hann átti rétt á eða eitthvað sem hann mátti gera. En faðir hans gerði samt eins og hann bað og gaf honum hlut eigna sinna. En þarna sonurinn, týndi sonurinn eins og við þekkjum hann, búinn að sólunda öllum peningunum og í ofanlagi þá hann að vinna við það að sinna svínum, óhreinum dýrum. Glaður hefði hann borðað mat svínana, en jafnvel sá matur var ekki ætlaður honum. Höldum áfram í 17. versi. En nú kom hann til sjálfs síns og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Hann sá fram á það að þjónar föður hans höfðu það miklu betur heldur en þær aðstæður sem hann var í. Ætli faðirinn hans hafi ekki passað upp á þá sem unnu fyrir hann, séð þá og tryggt að þeir hefðu það gott. Hann kom til sjálfs síns, hugsaði, og í versi 20 stendur: og hann tók sig upp og fór til föður síns. Hann hafði áttað sig á því að hann hefði fyrirgert rétti sínum til nokkur frekari arðs eða réttinda eða jafnvel ástúðar föður síns. Hann hafði eiginlega lýst því yfir að föður sinn væri dauður fyrir sér. En það einmitt í ljósi þessa sem að lýsingin á viðbrögðum föður síns eru enn magnaðari. Við höldum áfram í 20. versi. En hann var enn langt í burtu, sá faðirinn hans hann og kenndi brjóstum hann, hljóp og féll háls hans og kyssti hann. Ég held að okkur sé óhætt að segja að það var engin tilviljun að faðirinn horfði út á veginn. Faðirinn hafði beðið, hann hafði staðið við veginn og hann hafði horft. Hver að labba þarna? Ætli þetta sé sonur minn? Og eflaust þá gengu margir þarna framhjá.
sá einhvern koma, hugsaði kannski þetta hann, en svo átti hann sá því hann þyrfti að bíða lengur. En þennan dag þá sér hann kunnulegt göngulag. Hann hafði eflaust ekki séð son sinn í mörg ár, en hann var alveg viss. Þetta væri drengurinn hans. Og hann réð sér ekki á kæti. Hann hefði átt að bíða, vera kjörinn heima. Hann hefði átt að bíða og leyfa syninum að koma. Leyfa syninum að biðjast fyrirgefningar. Leyfa syninum að skríða til sín og biðja sig að fyrirgefa sér og leyfa sér að vera daglaunamaður eins og hann ætlaði. En við lesum, aftur í 20. versi, en hann var enn langt í burtu, sá faðirinn hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og féll háls honum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann, í versi 21, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Við vitum það. Sonurinn, hann var búinn að ákveða hvað hann ætlaði að segja. Hann ætlaði að segja honum að hann vissi að hann ætti ekki neitt skilið. Hann ætlaði bara að sækja sem dagvinnumaður. Hann vissi að hann væri búinn að sólunda sínum eigin arði. Vers 22. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komið fljótt með hennar bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alikálfinn og slátrið, við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku nú menn að gera sér glaðan dag. Þegar maður heimtir einhvern heim eftir mörg ár, þá það ekki neitt lítill gleði við burður. Faðirinn hafði lengi beðið eftir syni sínum. Horft út á veginn og hann hefði örugglega beðið fyrir syninum. Loksins fékk hann að segja orðin. Sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. En það var eitt sem gleymdist í öllum fagnaðarlátunum. Snúum í vers 25. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfaraslátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Faðir hans hafði ekki verið glaður í langan tíma. Eldri sonurinn, hann skildi ekkert hvað var að gerast. Hann fekk svar, vers 27. Bróðir þinn kominn og faðir þinn hefur slátrað alikálfum því að hann heimti hann heilan heim. En eldri bróðirinn skildi ekki gleði föður síns. Hann skildi ekki hvers hann ætti að fagna komu bróður síns sem hafði svikið föður þeirra. Vers 28. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og þú hefur aldrei gefið mér kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn, sem hefur sóað eignum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfum fyrir hann. Faðirinn sagði við hann, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því hann bróðir þinn
sem var dauður er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Eldri bróðirinn hafði nefnilega gleymt því. Hann hafði gleymt því að eftir að það var búið að skipta arfinum, þá átti hann allt það sem faðir hans hafði átt. Allt það sem faðir hans átti var í raun og veru hans. Eldri bróðirinn náði ekki að samgleðjast föður sínum, að minnstakosti ekki fyrst sinn. Drachman, hún vissi ekki að hún væri týnd og hún gat ekki komist tilbaka. Sauðurinn hins vegar vissi að hann væri týndur, en hann var fastur og hann rataði ekki heim. Sonurinn vissi að hann var týndur, hann iðraðist og hann kom heim. Stundum erum við drökmur eða týndir synir, en oft kannski höfum við okkur eins og sauðir. Við erum nú að fara í leksjunni í gegnum 23. Davíðsálm, en þar stendur: Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. En hverjir eru það sem þurfa á hirði að halda? Jú, það eru sauðirnir. Og ég veit að mörgum þykir vænt sitt sauðfé, en þau eru svona ekki oftast höfð sem tákmynd gáfuleg dýr. Þó að þau hafi örugglega ýmsar gáfur. En stundum rölta sauðinir örafinn og óbyggðir, festast í girðingum eða koma sér í sjálfheldu. En þegar hirðirinn tekur eftir því að það vantar eitt sauð, skilur hann þá ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur þar til hann finnur hann, og leggur hann sauðinn að herða sér hann finnur hann. Við gefum okkur það kannski í sögunni að sauðurinn sé alltaf glaður að sjá hirðirinn. Ég meina, sauðurinn er búinn að koma sér í aðstæður sem hann kemst ekki sjálfur úr. Sauðurinn þekkir ekki leiðina heim eða hann er fastur, týndur og kemst ekki tilbaka. En það er hirðirinn sem hann þekkir. Þessi góði hirðir kemur. Jafnvel þá þarf hirðirinn að leggja hann á herða sér og halda á honum tilbaka. Vera má að sauðurinn sé örmagna eða slasaður, en stundum er kannski sauðurinn bara of þrjóskur og reynir jafnvel að sparka sig lausan. En við vitum að í óbyggðinni er ekki öruggt að vera einn. Því skilur góði hirðirinn eftir hina 99 í öryggi fjöldans og nær í þann sem týndur er. Ég nefndi þau upphafi ég nefndi það þegar ég var að tala við börnin að Kristur var að segja dæmisögur. Og Jónatan Siggi sagði með dæmisögur að það væri sögur til þess að við getum lært af þeim. Ég nefndi áðan líka að það eru menn mér vitari og konur sem hafa rætt og spáð hvort að í þessum dæmisögum séu þessar mismunandi myndir og ástand sem við getum verið í á mismunandi tímum. Það er þessi Drachma sem að veit ekki að hún er týnd. Hún veit ekki að hún þarf og þráir samband við Jesú Krist. Það er sauðurinn sem að þekkir ekki leiðin tilbaka. Það er týndi sonurinn sem þekkti gæsku faðirsins en fór viljandi út, en getur síðan komið tilbaka í faðm föðursins.
Og kannski er einhver hér, eða kannski þekkið þið sem eru hér, einhver sem er í þessum mismunandi aðstæðum. Kannski þekkjum við sauð sem hefur týnst að leið, hefur gengið aðeins og langt þangað eða mist af lestinni, finnur ekki leiðina heim, eða hefur fest sig einhverju snöru og nær ekki komast tilbaka. Kannski þekkjum við syni sem hafa óskað þess að fá sinn hlut og að fá að lifa sínu eigin lífi, en hafa svo kannski séð eftir því. Við getum verið eins og eldri bróðurinn. Leiðir, eða jafnvel bitur yfir gæsku Guðs, miskunn Guðs í lífi annarra sem hafa snúið sér af villu vega síns. Það besta sem við getum vitað og þekkt er að sjá miskunn Guðs í lífi okkar sjálfs, að hafa upplifað náð og miskunn Guðs. Af því að þá getum við verið fullviss það að Guð leitar okkur mun betur en konan sem er að leita að týndu drökmunni. Við getum verið fullviss það að Guð er hinn allra besti hirðir. Hann sér virði hvers og eins og hann leitar að hinum týnda. En við getum líka verið viss það að Guð er miskunnsamari en föðurinn í sögunni sem beið við veginn og hljóp svo á móti hinum týnda syni og tók honum aftur sem syni sínum. Og þegar við erum enn langt í burtu, langt frá því að vera fullkomin, langt frá því að vera þeim stað sem okkur var ætlað að vera, en er langt í land, þá sjáum við föðurinn koma á móti okkur með opna arma. Við eigum nefnilega þennan himneska föður sem bíður þess að heimta okkur heim. Kristus sagði sjálfur að hann væri kominn til þess að leita hina týndu og frelsa þá. Það er því bæn mín að við megum leyfa Kristi að vinna í hjörtum okkar. Að við megum leyfa honum að leiða okkur ávallt heim. Og að þegar við sjáum Guð vinna í hjörtum litla bróðurs, að við megum samgleðjast því að hann er bróðir þinn. Eins og faðirinn sagði því, bróðir sem var dauður er lifnaður aftur, hann var týndur og hann er fundinn. Það er aldrei of seint að gefa Kristi sitt líf. Og það er aldrei neitt sem við munum sjá eftir. Guð er alltaf tilbúinn að taka við syndurum eins og okkar. Við lesum nefnilega og við lásum í fyrsta versinum að allir tollhendumenn og bersyndur komu til Jesú að hlýða á hann. En farisæarnir og fræðimennir ömuðust við því og sögðu: þessi maður tekur að sér syndara og samneytir með þeim. Kristur er kominn til þess að leita hina týnda og frelsa þá. Hann vill vera með okkur þrátt fyrir ófullkomleika okkar. Hann vill veita okkur miskunn og náð þrátt fyrir að við höfum ekki unnið okkur það inn. Já, við munum aldrei sjá eftir því að gefa Kristi okkar líf. Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir miskunn þína. Þökkum þér fyrir náð þína. Kæri himneski Faðir, við þökkum fyrir þinn dauða á krossi
Og kæri Faðir, við þökkum þér fyrir það að þú hefur sendt okkur hjálparann þinn, heilagan anda. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að fyrirgefa okkur það að við erum stundum sauðir. Kæri Faðir, við biðjum þig að fyrirgefa okkur það þegar við veljum frekar að fara frá faðmi þínum. Kæri Faðir, við biðjum þig að endurnýja hjörtu okkar, að auka okkur trú. Kæri Faðir, við biðjum þig að halda áfram að gera kraftaverk í lífi okkar. En kæri Faðir, við biðjum þig einnig að gera kraftaverk í lífi fólks í kringum okkur, að þú megir leiða þau til þín. Kæri Faðir, mig langar til þess að leggja fyrir þér þegar við höfum öll augu lokuð og það er bara milli okkar og Guðs. Kæri Faðir, ef það er einhver hér í dag, einhver sem að vill gefa hjarta sitt Kristi í dag. Kæri Faðir, að viðkomandi megi standa upp. Kæri Faðir, ef að það er einhver hér í dag sem er týndur sauður og vill rétta upp hönd og veifa til hirðisins, góða hirðisins, kom þú hingað til að sækja mig. Kæri Faðir, ef það er einhver týndur sonur hér, týndur sonur sem að hefur kannski gengið í burt og vill koma tilbaka til þín. Kæri Faðir, að bið þess að þeir einstaklingar megi standa upp og segja við þig, kæri Faðir, hér er ég vil fylgja þér. Kæri Faðir, við biðjum þig að þú megir vera með okkur öllum, að þú megir gefa þinn heilagan anda. Og kæri Faðir, að við megum gefast þér á hverjum degi. Kæri Faðir, ég bið þig að leggja þessa einstaklinga í þínar hendur. Ég bið þig að leiða og vernda á sérstakan hátt. Kæri Faðir, við viljum leggja þetta allt í þínar hendur. Kæri Faðir, ég segi það í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir þetta, Kitty mín. Þetta var mjög flott. Jú, maður hefur stundum heyrt fólk týnist, en ef það rannsaka biblíuna, ef það les biblíuna og eins og einhver prestur sagði einu sinni, ekki taka mín orð bókstaflega, heldur rannsaki ritninguna, hvort að mín orð séu ekki í sama takt við ritninguna. Það er það sem við höfum að gera. Takk fyrir. Við skulum að syngja að lokum Sálm 1a, Ég á mér hirðir, 1a.
ykkur maður ís á fætur sem lesa blessunarorðin. En blessunarorðin að þessu sinni úr Júdasarbréfi, vers 24. En honum sem megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma frammi fyrir dýrð sína, lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist drottinn vorn, sé dýrð, hátign og máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Þá er náttúrulega komið að þið skiptið deildir, en eitthvað tilkynningar? Eða eru þær að koma þannig upp? Þetta er sumarmótið sem á að vera í ágúst. Það væri gaman að mæta þarna, sýna þeim stuðning og hlusta á þau, syngja fyrir okkur. Ég held að það væri gaman. Það væri líka bara upplifun og blessun fyrir kirkjuna. Já, svo er það aðalfundurinn sem verður núna í september. Og svo er bara alltaf opið hérna hjá okkur. Allir velkomnir.